dag mun vera 14. október 1995. Ég staddur á miðtúni 48 í Reykjavík hjá þeim heiðurshjónunum Guðrúni Rögnu Valgeirsdóttur og Hildi Guðjónssyni. Ég er búinn að prófa þau af hér inn í stofu. Nú ætla ég að spjalla við þau hjónin stundarsakir og ég byrja á þér, Hjörtur, því að þú ert þeim megin. Þetta er eins og þegar maður byrjar á bók, þá byrjar maður upp í horninu til vinstri, er það ekki? Hjörtur, hvar ert þú fæddur? Ég fæddur á Hlíðborði, Mýrum. Já, og uppalinn þar kannski? Já, til fermingar aftur. Já. Þegar þú hleymtir heimdraganum, þá hefur það verið fyrst að þú fórst út í heima náttúrulega til Hafnar í Hornafirði? Já, það var að segja það, já. Já, en aðalega, ég kom þangað. Já. En við fluttum frá Viðborði að Kollströnd í Ölfusi. Nú, já. Hvað varstu gamall þá? Þá var ég 15 ára. Já, þetta heitir frálega. Kollströnd í Ölfusi. Þú voru ekki verið kallað kvikindi, þú voru heilt talað kvikindi á Kollströnd og leikriti Lénharður Fóngildi. Kannist ekki við það? Hafið þið séð það leikrit? Nei. Já, Það var bóndi og af Kollströnd sem þótti lítil þýrtur. Já, og Kollströnd eftir hvað? Hvað eru þið lengi þar? við fluttum þangað 36. Já. Og svo fór ég til Reykjavíkur kringum 40, ég man ekki alveg. Já. Og hvenær varðst þú smiður? Hvar byrjaði þú smíðar? Ég var á Laugarvatni, trésmíðadeildinni á Laugarvatni. Já. Og síðar á húsgagnaverkstæði í Bangsæti 7. Já. Ólafi og Jóli. Já. Var það tæpt 2 ár. Það er 42. Já. Við minnum úr öll þessum. Það er nú ekki málið svona ákvæmt. Og það er þú lengi. Já, og gekk á ýmsum. Ég varst svona íhlauparóðra. Já, svona lausaróðra. Já, bæði hjá Kjela og Ingólfi og Þórenni Ásmundsinni á Ásu og Já. síðar Hrolley, við getum Hrolley þarna. Já. 3, Já. Bendi Þorstinsson, Þórun Ásmundsson. Já. Það er akkurat. Þú byggðir þarna trésmíðaverkstæði, varst ekki þú sem byggðir trésmíðaverkstæði þarna? Jú, við Þorleifur Bendisson. Já. Við byggðum það. Já. Þorleifur Bendisson frá Seli sem Já. átti einu að setja mig. Já. Nú ætla ég að hvíla því Hjörtur svolítið og snúa mér að Gunnu og svo ég þreytir nú hjá mikið. Guðrún Ragna Valgeirsdóttir. Ertu fædd á Höfn? Já. Já. Svalbarði? Já. Svalbarði Höfn. Hvað voru þið mörg systkini? 4. Þið var bara 4 stúlkur. Og hvað ert þú í rauninni? Ég er 3. Já. Og þú hefur eiginlega alið mest allan henn aldur og heldur? Já, alla. Já. Takk fyrir flyttinga. Takk fyrir flyttinga. Foreldrar þínir, ég glemdi að spyrja Hjörtur það, ég kem á því eftir. Foreldrar þínir voru Valgerður og Valgeir þið fyrirgeðu. Og Sólveig. Og Sólveig, sem hér eru upp á vegg. Já. Ég þekki það vel á þessum myndum. Já. Þetta verður á Arne Ingólfsson til. Já. Já, hann er snillingur. Hann teiknaði þetta eftir bara myndum. Já.
segðu mér eitt, Gunnar. Ég kalli þér alltaf Gunni. Já, já. Heldur þú séu þína fyrstu bernskuminningar frá Höfn? Já, það veit ég ekki. Þú færð að skauta þegar þú varst krakki? Ég var á skautum, já. Hvar voruð þið á skautum þess? Við vorum á skautum á Litlubrúnni, Já. sem að sést nú ekki núna. Nei. Og svo náttúrulega í snjó á Garðsbólnum, þetta var svona feiknastór hóll. Já. Þannig hættu því, sem endaði út í sjó kannski Já. þá? Já, nei. Ekki var það nú? Nei. En það flætti nú langlegin upp á honum samt að. Það flætti alveg upp á hann. Já. Og alveg upp á klettunum fyrir niðan Vakstæði. Já. Eða Svalbard. Það var alltaf kallað Vakstæði. Það var alltaf kallað Vakstæði. Já. Bernskuminning, það ég veit það ekki. Ég man svo voðalega lítið eftir þetta var svo. Já, þú manst það. Þið fóru nú, það var nú þekkt. Það var nú þekkt að fara í útilegu upp í Lón og eitthvað hefur þú kannski upplifað það. Já, nei. Ég var ekki, nei. Þú varst ekki í þeim hópi? Nei. Nei. Ég var ekki mikið í því. Á sumrinu var ég Staffa. Já. Björguð og Sigurbyrgi. Já. Og kynntist það búskaparháttum? Já. Sem voru nú reyndar, það voru búskapar og stundar og höfn líka á þessum tíma. Já. Við fórum að búa, þá vorum við Belgíu. Já. Hvar slóðu þið upp búi fyrst til hjónið? Í Brekkugerði. Það var það í Brekkugerði? Já. Jáhá. Það er okkur að það. Það var í Brekkugerði. Og svo fóruð þið bara rétt yfir göttun og byggðuð hús þetta hinn veginn við? Já. Hvað nefnduð þið það hús? Birkihlíð. Birkihlíð. Tókum það nafn náttúrulega, það var trjárættar fyrir neðan barnaskóla. Já, var það? Það er í Lutin. Já. Þaðan kemur nafni Birkihlíð. Já, það kemur. Hjörtur, þér eins og fleirum minnist það stríðsárinu það ekki? Jú. Þú varst á Höfn á stríðsárunum? Eða hvað? Já, svona, í lokin. Já. Ég var í Kaldanessi, þegar flugvöldurnar byggðu þar. Nú, já. Og þannig vilja æfintýri mikið? Já. Og þær voru fannar að lenda það flugvélarnar áður en þú fórst það? Já. Eða hvað? Þarna voru mikil umsvið? Það var mikil, já. Já. Var þetta bandaríski herri sem var? Nei, það voru Bretar. Það voru Bretar sem byrjuðu þar? Já. Nú, þið fengu gott kaup á það ekki við það sem þá gerðist? Jú, það er fyrst getur sem maður sá peninga. Já. Það voru nokkri hann úr Ölfusinni sem fóru aftan á vörubíl vinna. Þetta var mjög kuldi þennan vetur. Já. Mikið frost. Já. Fórum aftan á vörubíl í vinnuna og heim aftur. Já. Svo fórstu til Hafnar. Herðu, býttu við, þú hefur nú kannski fá fleiri að segja þarna, margt ekki eftir einhverju svona sérlega eftirminnalegur frá Kaldanes. Verunni? Jú, það var. Getur ekki tengt eitthvað til? Nei, ég veit ekki, það er svona. Voru þau ekki, þetta er náttúrulega einhverju slagtofi við hermenn, var það ekki? Já, það voru að verkstjórinn var hermaður og það var svolítið að því hvað þeir þóttu vel kuldan fyrir þetta. Já, var það? Já. Flugvélarnar, þetta var nú rusl bara, þetta voru að missa þær þarna út í Mýrarhing á þunga. Já, var það? Já. Það var þeir voru að lenda kannski í vondur öðrum eða að taka sér á lofti. Já, það taka sér á lofti, næði þá ekki upp og svona, þetta gekk á ýmsu í þeim. Já, nú mann sagt að þeir hafi gert árásir á kafbáta þarna frá Kaldanesflugvöllinu. Og eru þið nokt að varu við beinlinis svoleiðis
aksjónir? Nei, nema bara, ég man til að letti einu sinni flugur hérna með sprengju og sprakk hana á flugvillinu. Sprakk sprengja? Já, á flugvillinu. Á flugvillinu? Já. Sprengja var neðan í flugvillinu. Já. Það var einhver slys þarna á mönnum, en ég held að ekki verið á Íslendingum. Það voru nú margir sem unnið þarna. Já. Gunnar, þú varst öll stríðsárun á Höfn. Já. Það manstu eftir? Já, nei, ég var náttúrulega ekki öll stríðsárun. Ég var á Norðfirði. Þú varst á Norðfirði? Já. Já. 2 sumur. Já. Hjá hverju varstu þar? Óskari Lárusson. Þú varst hjá Óskari Lárusson? Já. Það akkurat. En býttu eitt, hermennirnir byggðu bragga þarna rétt í túninu hjá föður þínu. Já. Þannig hjá við hólinn, pípuhlið. Já. Og voru þið með heiskap þar? Já. Ekki þegar hermennir voru. Ekki þegar þið voru? Jú. Nei. Þið voru farnir úr bragga. En þegar þá voru þið búin að byggja kofaðar upp á hólunum og var upp úr vaktmaður þar. Já. En við erum aldrei verið þetta. Nei. Það varst þú heima þegar það var eitthvað sprengju þarna á radiohúsið? Nei. Hvar varstu þá? Á Norðfirði? Já. Já. Og ég var á Norðfirði þegar það var sprengju á Seyðisfjörð. Já. En býttu nú við. Varstu nú tíma ráðskona eins og margar stóltur? Já. Við hvaða bátt var það? Það var við Skúla og Auðbjörgu. Já. Jakobóttir. Já. Og þá var ég ekki nema 17 ára. Nei. Vorum við 13, ég var ein með 13 menn. Já. Og þá þurfti að baka allt saman. Já. Og það þurfti að þóða með sokkana. Sjómannum, öllum sjómannum. Já. Og taka náttúrulega til nest í sjókassa. Já. Það er aðeins starfi. Og þetta var ansi mikið starf. Já. Nú, þú hefði tekið hendinu víða til á Höfn á þínu lífshlaupi. Manstu nokkuð hvað það var sem að hvaða starf það var sem að þú tókst þínu fyrst fyrir hendur utan heimilis? Þú varst aldrei í búð? Nei. Eins og ungar stúlkur reyndu að vera búðastofn? Nei, ég var aldrei það. Ég var alltaf ekki frekar að skúra á einhver drasli. Já. Og svo var ég 15 ára á Elleifumýlinu. Já, ég kannstu það. Og Hvers manns hugljúfi þar, mótið til þeirra? Og já, ég veit ekki af hverju það er. En hvað skúraður? Víða. Víða? Já, var fengið mikið hreingjarningar á vorin. Já. Ég skúraði víða. Já. Mikið á samkomuhús og svoleiðis. Já. Hvaða samkomuhús var nú þá? Já, það var nú til fyrst bankinn til dæmis sem var byggður. Já, þú skúraði út í gamla bakka? Já, skúraði og við bárum alltaf, ég var náttúrulega ekki ein í því, það var alltaf stúlka. Og við bárum vatnið sem við þurftum að skúra upp úr frá kaupbílshúsinu. Já. Í þvottabala og hituðum við á prímus út í bragga. Já. Svo þetta var nú ekki mikil svona þægindi. Nei. En eitthvað hafðum fengið í kaup, svona? Já, það var 2 krónur. Nó. Já, fyrir skúringar. Það var þetta á þeim tíma sem röstuði gekk þarna við hliðina á bakkanum. Já. Heyrður ekki ennþá hljóðið í henni? Jú, og sé ennþá gryfjana sem það var ekkert dýrt og hún var alltaf leiðinleg. Já, stórhættuleg, eins og kom á daginn. Já. Druknaði og það. Já. Dansuðu þið ekki? Varst þú ekki dansfólkur, Hjörtur? Ég veit það með því, jú, maður var ofta framkvæmum. Já. Hvað haldið þið hafið nú dansað stigið fyrsta dansið saman?
ekki Bragganum? Já, sjálfsögur í Braggan. Já. Ég þar þetta. Er í kirkjukjallanum? Já. Það er Geturinn. Já. Og hver haldið hafi spilað undir, hver haldið hafi verið með harmoníkuna þar á? Já, út í Braggan var náttúrulega Úlleitinn og Sigurður Einarsson. Já. Já, já. Já, Já, það er ekki fílásfjörði. Hjörtur. Já. Þegar að Ungmennafélagsbrakkin Sindrubakkin var byggður þarna út á Heppunni, þú laði nú handaverki þar eins og margir fleiri? Já, þetta var ungmennafélagið sem stóð að þessu. Eymundur Sigurðsson og aðalstryggðurinn. Já. Hvað fenguð þið þennan bragga? Var þetta gammal breytabrakki? Keyptu 2 bragga út á fjörð. Já. Út á Söðurfjörð. Já. Það voru seldir braggar þar. Já. Og þeir voru fluttið sem þá hann upprættir og byggt var þetta ekki mikið sjálfbúðinna sem var þarna? Þetta var eingöngu einar sjálfbúðin. Já, það. Eða mátti eitt. Já. Og þarna var Kvikmyndahús. Þarna var kvikmyndahús, já. Þessu man ég vel eftir. Og ég man sérstaklega eftir því þegar það var menningafélagsmót þarna. Já. Þegar voru nú út í sveitum stundum en í þetta skipti var menningafélagsmót á Höfn. Já, þetta var til skipti sko. Já. Til sveitir. Og það var Baldvin Þór Kristjánsson og fekk leyfi til þess að kynna samvinnutryggingar til munið sem lekt eftir því, svo ég muni það afskaplega vel. Nei, ég man ekki vel eftir því. Ég má til að segja ykkur það, þannig var að hann var erindreki í Sambands Íslenska Samvinnufélag Baldvin Þór. Já. Og var staddur á Höfn í Hornafirði þegar að menningafélagsmóti var og fekk leyfi til þess að kynna samvinnutryggingar. Og á kvöldvöku, annað kvöldi, þá voru álega 2 kvöld minnst það sem var svona dagskrá allir. Þá fer verulegur tími í þetta hjá Baldvin að kynna ágæti samvinnutrygginga sem mörgum þótti athyglisvert, en ekki öllum. Þetta fór mjög í taugarnar á sumum, svo sem þessu Steingrími kaupmanni. Já. Og þegar Baldvin var búinn að lofa sambandi hástert í hálftíma kannski, að þá Steingrími nú boðið. Og hann satt þarna framanlega í bekkjunum sem hækka á svolítið, það var bekki sem hækkuð upp alltaf til í salnum. Já, kjörtu smíðið þarna. Já, hann satt þar og bogga. Og allt í einu kallar hann fram, hátt svo að heyrist alveg til Baldvins þar sem hann stóð upp á sviðinu. Hvernig það? Ég hélt að við verðum komin hér á menningafélagsmót en ekki til þess að hlusta á áróður hjá sambandinu. Já. Og hann breytti röddinni svolítið, svo þess að það þekktist ekki, allt ekki að þekkjast. Og Baldvin þá segir, já, mér kemur ekkert við hvað einhver gestur utan á salsi, ég er búinn að fá leyfi til þess hjá samkomustjórninni að halda veitt erindi og lík því hvað sem Pétur og Páll tautar. Já. Þá er lítið strákur á fremsta bekk Óli Kili. Hann þekkti hver það var sem var sagður. Þekkti þetta var Steingrímur og kallar stundum á. Hann heitir nú ekki Pétur í Páll þessi, hann heitir nú Steingrímur. Já. Og það var legið að þessu. Ég meina þetta Boggu mislíkaði þetta. Henni mislíkaði að Steingrímur skildi vera með henni fannst þetta frumhlaug hjá honum. Þetta var svo allt í lagi. Þessu man ég vel eftir. Já. Já, Hjörtur, þú segist að smíða bekkina þarna, háa bekkinu sem menn sátu í bíói. Já. Bíósýningu. Við Þorleifur smíðum þá. Já. Og svo, það var stighækkandi bekki, þetta var ekki þægileg sæti, það var ekki að segja það. Nei, þetta var dálítið klífur, það var með eftirsótt að koma að startast í þá. Já. Á eftirstu bekkina. Þetta var svona bjargast við þetta. Já. Það var leystur þarna við strandi.
Þarna sá ég kvikmynd í fyrsta sinn. Já. Ég vissi ekkert hvernig þetta virkaði, ég hélt þetta væri allt saman í tjaldinu, það væri einhvers konar, það væri bara einhvern tjald sem kæmi og spilaði þetta. Ég vissi ekkert að það var vél þarna bakvið sem að varpaði svo tjaldinu og ég var svo blankur. Og það var Ingvar að sýna, ég kom svo fljótt að því að hver galdurinn var. Ingvar Þórðarsson. Ingvar Þórðarsson, já. Sýningarstjóri. Já, já. Og þarna skemmti fólk sér í meira en áratug, líklega, eða þetta áratug, ég meira, á annan áratug. Já, þannig til að Sindraberg var byggður. Já. Þetta var nú sögsamt þarna þegar mikið var á sjómönnum og fyllir og slagsmólur og þetta. Var ég eftir. En ekki svo sem. Tætingur svona. Ekki svona. Nei, þetta var aldrei neitt alvarlegt. Gunnar, þú vart kvenfélagskona fyrir eina tíð. Já, það var nú lítið. Í Tíbrá. Já, já. Það var lítið, segirðu? Já. Nei. Jú, ég er alltaf þar. Já, og þið söfnuðu til margra góðra málefni. Já. Svo sem eins og var það ekki Tíbrá sem stóð fyrir því að fæðingarheimili var settur þar. Já. Og þið söfnuðu til í sjóð til elliheimilis. Já, það fór allt til góðgerðarstarfs. Já. Nú munið þið náttúrulega vel eftir þessum persónum sem að settu svip á bæinn á ykkar yngri árum. Bæði röskleika konur eins og Inga Gunnlaugs. Já. Og margar fleiri. Hún hefur verið í kvenfélaginu trúlega. Já, það var eitthvað. Já. Og nú, hvaða fólk er ykkur minnisstæðast úr ykkar æsku þarna? Guðni Gamli Jónsson kannski? Já, hann var náttúrulega mjög minnisstæður. Já, áberandi maður. Já, áberandi maður. Sérstakur. Já. Og Magnús Kristjánsson, svona hrekkibröður. Já. En ágætismæður náttúrulega. Já. En hann var það. Já, Hann fór stundu við markið með hrekkina kannski. Já. Mér er sagt að hann hefur stundum árið sér út kaffisoppa á mörgum bæjum út á sömu dauðu hæmjuna. Já. Það var meir 68, já. Já, var það. Allt í góðu svo. Já. Já. Góðlátlegt. Já, Magnúsi kynntist ég ekki, hann var dáinn þegar ég kom þarna. Ég var þarna 1943 og svo 1946. Já, hvað getur við talað með? Getur þú slögt á þessu? Já. Getur þú slögt á þessu? Já. Veitum við, hvað eignuðust þið mörg börn þið hjónin? 7. Þið eignuðust 7 börn. Og þetta verði allt mannvænleg fólk. Rétt skapað. Og hvernig var það? Var það ekki fæðingarheimili á Höfn? Nei, það var ekki. Það átti bara í heimahúsi. Já. Og ég man sérstaklega eins og að ég sótti ljósmóðurina. Já. Og það var ekki langan veg að fara. Nei. En ég fór heim í eldhústilnar og settist þar. Það var Signýr? Signýr ljósmóður. Já. Og þá var tengdamóður hennar þar, Ástríður. Já. Og hún veist svona í hvaða erindi gegn ég var komin. Já. Og segir við mig, Mingja Gunnu mín, farðu nú, komið þér heim áður átt barnir í stóluna. Og það er þó mikið af þessu. Já. Þú hefur komið heim svolítið? Ég komst heim, já, svona aðeins. Já, ekki við þannig að verið venjulegt að konur sættu ljósmóðurinn sjálf. Nei, Hjörtur hann var út á sjó. Já. Ég gerði þetta 3 svar. Já, það var það? Já, eitt skipti var ég í sveimanámskeið hjá Björku. Já. Björk frá Borgum. Já. Og það var kvöldlagi. Já. Það var þegar ég átti Kristján. Já. Og
þá var ég náttúrulega alltaf í vinnu, ég var mann alltaf í sláturhúsi á haustin. Já. Og yfirleitt var ég í frostinu. Já. Og hérna, svo á sömn á skjúðkvöldi. Svo finn ég það að ég er eitthvað orðin skrítinn. Já. Og segi við Björk og það að ég þurfi að skreppa heim. Og þá er klukkan vel 11 að kvöldi. Og ég fyrir Hjörtur var á sjó náttúrulega, eins og var. Já. Og þá fer ég upp hæðinni hjá Skálholti og upp til Signýjar. Þá átt hún heima þarna á Þingól. Og upp náttúrulega til hennar og banka og hún segir mér að ég skulle bara flýta mig heim. Já. Og ég fer í myrkrinu og ég mætti því að ég mætti Guðna hérna Jónssoni. Já. Og hann þurfti svo mikið að tala við mig. Já. Alveg óvennilega mikið og ég eiginlega mátti ekki vera að stoppa fyrir hjá honum. Og þá vorum við komið sko í nýja húsi, eða í húsið í Birkihlíð. Já. Og ég flýtti mér heim og Svíni kom svo strax á eftir mér og þetta gekk allt sinn vanagang og mjög vel. Já. Já. Þið dótturson sem heitir Magnús Gering og ekki aðeins landsfrægur, heldur má segja hans heimsfrægur. Og það þekkja nú allt hvert einasta mannsbarn á Íslandi þennan mann. Já. Og hann er smiður og sem hann er nú ekki kannski frægur fyrir, heldur þessa leikmunni. Í þolfiminni eða hvað hann er lipur. Já. Smíðahæfileikana hefur hann frá Hirti líklega og lipurðina frá þér eða hvað? Já, nei, við skulum ekki segja það, ég hef nú ekki. Þú varst nú í íþróttum hér áður fyrr? Já, bara í hlaupum. Já, bara í hlaupum, það er ekki bara. Og hérna, Bjarni Guðmundsson, hann var að hæfa okkur, 4 stelpur. Nú já. Og hverju voru hinnar, varstu það? Það var Gústa og hún Bútið þennan fiskur. Já. Og Rikka. Já. Og hvað keyptuð þið svo? Og við keyptum, það voru sumar samfónur eða... Já. Það var bara ekki menn, nei það voru alltaf fyrstu menn grilsmót. Já, það verið óljóðsmót? Það verið óljóðsmót, já. Við keyptum upp í Lóni og Nésjum og Suðarsveit. Já. Það er veitt. Það er bara að láta þetta gott heita núna. Já. Fínt. Ég maður vel eftir foreldrum þínum. Já. Málaði barst með Bjarni. Já. Það er góður. Já. Og Guðrún og Gunnar Ingi. Fyrir ofan hann er... Guðrún og Gunnar Ingi. Guðrún. Og Gunnar Ingi. Þetta er Gunnar Ingi og svo þarna uppi áfram. Það er svona Gunnar. Það er svona Gunnar. Ottó. Já. Og Dóttir Guðjónsson. Já. Árni. Já, hún heitir Árnína. Já. Ég kannast við hana. Og svo Ingólfur. Svona Ingibjargar. Svo kemur Ingólfur, hvað er hann? Þessi hérna. Þetta er Ingólfur. Þetta er Ingólfur. Berglind. Þetta er Berglind. Og Telma Kristjánsdóttir. Minnimyndin. Þessi. Þetta er Telma Kristjánsdóttir. Já. Og svo þetta hérna Ríkey Kristjánsdóttir. Ríkey. Og þetta er Hjördís Hjartardóttir.
Það er stilla fólks. Þetta er Hjördís. Já. Og svo stendur svona stúlka. Eyrún. Hérna. Árnadóttir. Þannig er Eyrún, Árnadóttir og svo kemur að lokum par þarna. Já. Grétar og Pálna. Og litla myndin er Sola. Grétar og Pálna. Já. Og þetta er Sola þarna í horninu. Já.